Tölur aldursamsetningu malavísku þjóðarinnar sýna að annar hver íbúi barn. Á síðustu árum hefur tekist með aðdáunarverðum hætti að draga úr barnadauða og sífellt færri konur deyja á barnsförum. Samkvæmt héraðsþróunaráætlun Mangótsi, sem Íslendingar gegnum Þróunarsamvinnustofnun styðja með fjárframlögum og sérfræðiráðgjöf ný fæðingadeild á teikniborðinu. Hún verður reist hér á þessari lóð þar sem fyrir margt löngu var rekið fæðingarheimili, spottakorn frá héraðssjúkrahúsinu. Áhersla verður lögð á að tryggja gæðaþjónustu við sængurkonur og nýbura. Nýja fæðingadeildin verður væntanlega tekin í notkun seint á árinu 2014 og það sannarlega engin vanþörf á þessari aðstöðu eins og sjá má. Aukin heldur fer fæðingum í héraðinu fjölgandi. And this year I think the birth rate has gone significantly high because I think a year ago we had erratic supply of contraceptives. So for example, we've reached our maxima. We've reached the peak so far. We had 50 deliveries in 24 hours and that was just here at the district hospital. Yet we have 13 other maternity wards where deliveries were happening. Aðeins 6 fæðingarúm eru á héraðssjúkrahúsinu í Mangótsi, auk þess sem öðrum 6 rúmum hefur verið komið upp í bráðabirgðaskýli. Eins og fæðingatölurnar gefa til kynna, koma þær stundir að fæðandi konur eru fleiri en fæðingarúmin. Konur í Malaví eignast að meðaltali 6 börn og það þarf ekki að fara lengi sveitir landsins til að sjá að ungar konur eru ýmist barnshafandi eða með barn á bakinu. Íbúar landsins eru 16 milljónir en verða 60 milljónir árið 2050 haldið fram sem horfi. Og ótrúlega lítið talað fólksfjölgun í Malaví miðað við allt sem við erum að gera. Allt sem við erum að gera, það stöðugt fyrir að grafa undan því með öllum þessum fæðingum því við menntum fleiri lækna og samt höfum við ekki nóg en meirinn helmingur landsmanna ung fólk og þau, jafnvel þó þau eignast færri börn heldur en maður þeirra. Þau eru samt þegar komin í heiminn, þannig að það verður svo mikil fólksfjölgun og þá þurfum við ennþá að auka við alla kennara, lækna, alla þjónustu. Þannig að ég sé ekki alveg hvernig þetta á að virka. Þannig að það mjög mikilvægt einmitt að hafa fókus á unga stelpur sem við erum einmitt að reyna að gera. Að halda þeim í skóla, að láta þær giftist ekki barnungar og helst ekki fyrir eftir 21 árs aldur. Fólksfjölgunin í Malaví stendur umbótum í landinu verulega fyrir þrifum og viðheldur vítahring fátæktar. Þjóðin hefur ekki efnahagslega burði til þess að reka viðunandi heilbrigðisþjónustu eða menntakerfi fyrir allar þessar stóru barnafjölskyldur. Jafnvel þótt veitendur þróunaraðstoðar styðji myndarlega við bakið á stjórnvöldum. Einnig þrengist mjög jarðnæði í landi sem lítið stærra en Ísland að flatarmáli og eyðing skóga alvarlegt vandamál. Fulltrúar malavískra samtaka fjölskyldu áætlanir fara nú í herferð landið og hvetja fólk til að eignast færri börn. Tilmælin eru þau að hjón gæti þess að eiga að hámarki 4 börn.